Viska til frelsis, 19. kafli, svefn og draumar. Svefn og draumar stór hluti af lífinu. Svefnin mikilvægur svo líkaminn nái að endurnærast. Það felst einnig mikil heilun í því að sofa. Eitt af því besta sem veikur maður gerir að sofa og byggja sig þannig upp. Þá fær líkaminn heilun og lækningu. Flesta drauma man fólk ekki en þá yfirgefur sálin líkamann stund og fer á astralsviðið. Þannig svefnin einnig endurnæring fyrir sálina. Þegar sálin yfirgefur líkamann fólk í djúpum svefni. Þannig það mesta hlutan en nokkru áður en fólk vaknar koma draumarnir sem fólk man eftir. Þeir geta verið margs konar og ólíkir en oft á tíðum þeir tengdir hugsunum okkar og gjörðum sem komu fram nokkrum dögum áður. Þegar þig dreymir ævintýri ferðast þú á ólíka slóðir og hittir ólíkt fólk sem getur verið ókunnugt eða þínir nánustu ættingjar og vinir. Slíkir draumar hafa oftast litla merkingu aðra en þá að þú upplifir ólík ævintýri. Þessir draumar átakalitlir og því ferðast þú á milli staða og komin á annan stað á einu augabragði og hlutirnir gerast hratt og það eins og þú farir úr einum draumi í annan í sífellu. Þetta ástand líkt og á astralsviðinu þar sem sálin dvelur á milli lífa en þar hægt að ferðast fram og aftur í tíma á sekúndubróti og fara á milli staða á einu augnabliki. Þar því meira frelsi fyrir sálina en að vera í líkama hér á jörðinni. Hugsanir okkar dagana áður hafa áhrif á drauma okkar. Sá sem með neikvæðar og illar hugsanir á það til að fá martraðir sem erfiðar og geta tekið á viðkomandi. Sá sem finnst hann skorta frelsi í lífinu á það til að dreyma hans innilokaður í litlu rými sem getur verið ónotaleg tilfinning og breyst í martröð. Þetta aðeins eitt dæmi af mörgum hvernig martraðirnar endurspegla ástand okkar og hugsanir. Síðan það skilaboðadraumarnir þar sem þínir andlegu leiðbeinendur að koma skilaboðum til þín í gegnum svefnin til að beina þér á rétta braut. Þá leið sem endurspegla lífsmarkmiðið þitt. Þessa draumi eiga flestir auðvelt með að muna og þeir skilaboð til þín af einhverju tagi. Skilaboð og upplýsingum liggja í draumum okkar sem margir fara á misvið. Þeir sem að vakna til meðvitundar verða meira meðvitaður mikilvægi drauma sinna og gefa þeim meiri gaum en áður. Þegar fólk andlega vaknað verða skilaboðadraumarnir afar skýrir og raunverulegir. Þeir jafn raunverulegir og lífið sjálft og það sem einkennandi fyrir slíka drauma litirnir sem verða mjög djúpir og sterkir. Þessir sterku draumar oft ákveðin skilaboð fyrir vegferð þína í lífinu og ógleymanlegir. Margir muna drauma sína þegar þeir nývaknaðir en gleyma þeim síðan fljótt aftur. Þeir sem vilja nýta sér þær upplýsingar sem í draumunum liggja geta skrifa draumadagbók og skrifa niður drauma næturinnar leið og þeir vakna. Þegar fólk líkamlega og andlega þreytt eða sefur ekki fullan svefn þá man það sjaldnast eftir draumum sínum. Sá sem fær oft martraðir getur skoðað og farið yfir hugsanir sínar og séð hvort hann finni samhengið þarna á milli. Sé svo þá gott að vera meðvitaður hugsanir sínar og ýta þeim frá leið og þær birtast. Þannig má vinna bug á martröðunum. Draumar geta einnig verið viðvörun til að vara þig við einhverjum ógöngum sem þú að ana út í eða fyrir fólk sem þú átt í samskiptum við. Þínir andlegu leiðbeinendur ná einna best til þín þegar þú sefur og hugurinn í ró, því það hugurinn sem hindrar að við fáum skilaboð frá andlegum leiðbeinendum. Þegar hugurinn á fleygiferð innsæi lítið og við meðtökum ekki þau skilaboð sem koma til okkar. Andlegi leiðbeinendur hjálpa sálinni að fara í gegnum og klára þau verkefni sem sálin setti sér áður en hún fór á stað til jarðarinnar. Þessir andlegu leiðbeinendur hjálpuðu sálinni að setja sér markmiðin í upphafi og þekkja því vel hvert förinni heitið
þó svo að það virðist hulið hverjum og einum. Allir hafa frjálsan vilja sem hvorki þínir andlegu leiðbeinendur né Guð fara gegn. Þetta eru réttindi sem þér voru gefin og eru ekki frá þér tekin. Draumarnir eru hluti af lífi þínu af ástæðu. Lærðu að skoða og ráða í drauma þína og lærðu að nýta þér þá til framdráttar í lífinu. Lærðu að lesa úr þeim og þeim upplýsingum sem í þeim liggja. Það mun hjálpa þér hinn rétta veg í lífinu.